já, eins og hann sagði, ég heiti Helgi Steinar Gunnarsson, ég uppistandari, nýfluttur aftur til Íslands, búinn að vera lengi erlendis og þetta er alltaf svo gaman sko að koma aftur heim og svona sjá hvað allt breytist. Það breytist alltaf mjög mikið á þessum árum sem maður erlendis og nei, það er alltaf mjög spennandi að fá að vera með ykkur hérna í Sjálfstæðisflokki Kópavogs, sérstaklega á þessum tíma. Alltaf æsispennandi kosningar á leiðinni og vá hvað þið eru ekki að láta ykkur vanta í þeirri baráttu. Ég held að áræðusdeild kínverska kommúnistaflokksins ætti mikið pening þegar ég bjó þar, en þetta er flott hjá Gumma. Ég get alltaf að opna YouTube-myndband á þess að halda það að Steingrímur og Sigurðsson sem fara að koma að kála mér í svefni. Hvað er ég að horfa á trailerinn fyrir eitt eða hvað þetta er? Nei, það er alltaf það mikilvægt, maður þarf að láta vita sér og það er alltaf mikilvægt í svona kosningabaráttum að láta vita sér og auglýsa sig og þetta er mjög krúttlegt hjá okkur að vera að auglýsa ykkur svona mikið í strætóskilum. Þetta er ennþá krúttlegra að þið haldið það að fólk sem kýs ykkur taki strætó. Þetta er eins og að auglýsa brúðubílinn á Grund. Nei, þetta er náttúrulega, þið megið alveg eiga það, þetta er duglegur flokkur og þið hafa alveg gert margt sem að aðrir flokkar gætu ekki gert. Ég hugsa að séu fáir flokkar á Íslandi sem gætu á 3 mánaða tímabili 13 milljónum í að vekja athygli á aldurstakmarki ÁTVR og vera svo sjálfur staðlega því að gefa 16 ára krakkum bjór. Það er ekki sama Jón og XD Jón sko. Ég samt skil ekki okkur allir voru svona rosalega hissa á þessu. Ég meina það mætir alltaf ekki edrú í Sjálfstæðisflokkinn. Íbár og Eski fyrir að vita það alveg upp á há sko. Það er alltaf að ég fyrir Pírata á eftir sko. Þetta er hérna, ég er alltaf eins og allir Íslendingar, alltaf er ég mjög spenntur fyrir þessar kosningar. Ég er mjög spenntur til að horfa á þær, en vandamál er að ég á ekki sjónvarp. Þannig ég þarf alltaf að komast að því hvernig ég geti strímað þær á netinu. Þannig að ef einhver rekst á Ástöðvarp, endilega segja henni að ég sé að leita henni, ég þarf að spura hana að einhverju. Það er svolítið leiðilegt að Bjarni Ben er ekki komin, en það er okkur. Það verður svo gaman að, það verður svona tunglgangan fyrir uppistandara að skemmta fyrir sjálfum formanninu sko. Það er þetta sko, ég og Bjarni, ég tengi svolítið við hann sko. Ég held að við séum ekki það ólíka persónur. Hann til dæmis lítur á 50 milljónir á sama þátt og ég lít á daginn eftir þjóðhátíð hjá mér. Man ekki alveg hvað gerðist. Ég helst að ekki að tala það en eitthvað segir mér eftir 10 ár þá eftir að þurfa að útskýra allavega einhvern hlut af því djamni. Hæ pabbi! En hérna, það er samt svo gaman að líka að koma heim og svona sjá alltaf þessar nýju flokka. Sumir af þeim, ég vissi ekki einu svona væru flokkar. Ég man hérna þegar ég kom heim seinast og allir að tala hérna Viðreisn. Ég vissi ekki einu svona væri flokkur. Ándjóks í svona 3 mánuði, þá hélt ég bara að Ísland væri bara búið að framleiða nýtt stinningarlyf. Sjáu þetta ekki fyrir ykkur? Þegar kosningastund verður náinstund. Ég sé bara fyrir það á einhverju turni bara, já, stendur hérna, hann þarf að borga einn blessaður. Var einmitt að tala við hann? Allt í lagi, allt gott. Tala um lín. Já, ég var að segja um lín. Ég sé bara fyrir mig bara starfsmenn í Lánasjóði Íslenskra námsmanna, bara einhverju turni lesandi hérna. Já, stendur hérna, hann þarf að borga 1,5 milljón í skólagjöld. Já, 300 skall, gjör svo vel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Það er kannski svo gáður þessi námsmennkorti. Næsti! Þetta hefði killað uppi sko, ég prófið því. That was planted in my brain still remains within the sound of silence.